Dokkobit. Já, það held ég, kæru hlustendur, þau eru komin til okkar aftur, Dokkobit, rafrænar undirskriftir eru leikur einn. Já, þar. Það er ekki aftur snúið þegar þú byrjar í þessu. Nei, þú eru háður þessu. Þú hatar prentara eftir þetta. Já. Hvernig var þetta daginn? Þú varst beðin að prenta út 50 blaðsina samning. Já, getur ekki gert þetta rafræn? Nei. Það var nýttir ekki hægt, en Dokkobit hefði bjargað. Já, þau hefðu komið með til bjargað þar, en því miður þá var það ekki í boði. Við hvetjum ykkur til að fara á dokkobit.is og skrá ykkur og verða hluti af bara tæknibyltingu sem eiga sér stað núna í þessu. Já, bara tímasparnaði. Segðu bless við pennan. Þetta er rosalegu tímasparnaði, það verður ekki að prenta út, skanna. Sér það. Þið munið þetta. Erði, gjöru þið svo vel. Föstudagskaffi. Það held ég, kæru hlustendur, pingjunar. Það eru Addi og Iddi sem heilsa. Má ég heyra wú. Þarna kom það. Herðu, 1. febrúar í dag. Já. Nýr mánuður, nýr tækifæri. Já. Þú búin að setja niður febrúarmarkmiðin? Já, það er að drekka Carlsberg á bakkanum næstu 10 daga. Já. Erst þú með eitthvað önnu markmið? Já, ég hafði eitthvað betri markmið? Já, ég hafði nú hugsað mér að fara í Carlsberg 0,0. Já. Það sem að ég tek alltaf sober februar, jesús. Edruar. Já, edruar heita, já. Kalli Carlsberg, jú, hann verður með þér á bakkanum. Hann er vissulega með þér á bakkanum as we speak, bara, eða ekki? Jú. Já. En þú ert stattur út á tenni? Já, ég er í minni útlegð. Já, einmitt. Hvað hérna? Serían Erindreki Satans, hún er að hafa eftirmála, þannig að það var ákveðið að drífa sig bara. Það er fólk sem er búið að vera bara herri á okkur núna undanfarið. Það er erfitt að vera með umdildasta fjármála hlaðvarplandsins. Það er bara staðan í dag. Það er ráðist á okkur í áramótapartíum. Það eru ríkisstofnanir að skoða okkur. Ríkisstarfsmenn sem eru með hníf í síðu okkar. En við höldum bara áfram. Já, sjálfsögðu okkar styrki. Það var eitt sem spurði mig 0,0%, ekki spurning. Hafið eitthvað hugsa að hætta út af þessu áriti? Ég sagði þetta er fórnarkostnaðurinn að lifa. Já. Það er aðhaldið og það er að vera devil's advocate. Fá þetta áriti reglulega. Í þessari utopíu kommunistans sem við búum við hérna á Íslandi. Herðu, hafið. Fórnarkostnaðurinn að lifa. Herðu, segðu mig frá hafinu núna. Saltfisk krokett, 10 mínútur max í ofni. Ertu búin að smakka þetta? Já, ekki meira. Má ekki vera meira. Nei, þau segja það líka. Það er bara alls ekki meira en 10. Þetta er geðveikt, þetta er bara eins og snakk, þetta er forréttur. Líka þú ert að bjóða fólk í mat. Það er markmið okkar núna, aldrei bjóða fólk í mat nema þú ert að bjóða upp á fisk. Krokettið er hinn fullkomni forréttur. Þetta er líka annað, krakkar sem eru konum með nóga fiskibólum. Þeim finnst þetta betra því að það er svona salt í þessu. Já, saltfisk krokett. Kaupið alltaf sem forrétt. True story. Ég var með einn að austan í mat. Og hann var á leiðinni í aðgerð, skiptum augasteina. Gangi honum vel, ég ætla ekki að nafngreina því að sko, hann sendi mér síðan mynd af sjúkrahótelinu á Landspítalanum. Hann var svo ánægður með krokettið sem hann hafði aldrei smakkað að hann var komin á netið að leita sér á spænskri konu. Hann var bara, heyrðu, ef það er svona góður matur frá Spáni paella og krokett. Ég þarf að eina spænska. Það sem ég þorði ekki að segja honum er að krokett kemur úr franskri matarhefð. Já, hann er að ég vona bara að hann finna einhverja senjórítu og hann samti slógan, hafið. Making baby since croquette. Já, einmitt. Það er núna frábært. Það er allir að þylja þetta. Ertu ekki með eitthvað sem við getum making babies úr? Það er saltfisk croquette. Já, beint úr hafinu í Hlíðarsmára. Já, smakkið þetta. Takið 2-3 ár. Hendið hinn sinni í ofnin. Og þegar frúin er svöng þá sæleska mín, vilt ekki fá þér hennar croquette? Já, sér það. Eða kallinn. Já. Þetta júsu líka. Það er svona fínt inn á milli. Já. Og ég vil bara til með að mæla með hádegistilboðinu hjá þeim. Það er á milli 11:30 og 14:30 og þar fáið þið burger á þetta eru 5 hambúrgarar hérna og þar á meðal er auðvitað hérna skal ég segja sjoppuborgarinn góði og svo stóri júsú líka geðugur. Já. Það er franskar og sósa með 2399. Það er verið að gefa þetta. Fáðu ykkur kimchi borgaran. Það er rosalegt. Já. Fýlir svona smá spicy. Já, ekki spurning á öllum helstu matsölu mathöllum landsins. Þannig að Borg, Pósthús, Kúmen, Garðabær, Gróðurhúsið.
Þannig að bara skundaði þangað, kæri hlustandi í hádeginu, svo sem aðra tíma líka. En heyrðu, við erum með tímalausan þátt í dag. Já. Eins og við köllum það. Þú ert á bakkanum. Já. Og sko, það er enda eitt sem við þurfum að koma að, bara tilkynning. Það er ný síða sem heitir alþingi.money. Já, heyrðu, verðum við ekki að fara við það eftir? Jó, en bara taka fram, við erum ekki á bakvið þessa síðu. Það fyrsta sem þú finnur Þetta er náttúrulega alveg eins og pingjan.is, þetta er eins og sko, mér sýnist format svipað. Bara þegar þú kemur inn á síðuna, þetta er mjög sniðugt. Allar að fara yfir þetta eftir. Við viljum bara flagga því, við komum hvergi nærri. Blái liturinn okkar er samt svona notaðar þarna. Og pingjan sjálf, svona mjög keimlíkt logo'n okkar sem þú bjóst til, er eiginlega fyrsta sem blasir við þannig upp til vinstri. Sé einhver dedicated fan sem er að gera þetta. Og ég ætla nú ekki að nafngreina þann sem sendi mér þetta. Það var Kiyoti Nakamoto, sami á bjóti Bitcoin. Hér er hægt að finna alls konar upplýsingar, topp 5 flugferðir utanlands og innanlands og topp 5 síma og netkostnaður. Já, ef við ekki að rúlla eins yfir þetta. Jó, við skulum taka þetta á eftir. Ég er með smá sögustund í dag. Ég verð líka með opni ríkisreikningar, það er nú komið tíma það, langt síðan ég tók í það, og þema verður svona hvað er ríkið að versla við fyrirtæki á markaði. Já. Það er svona... Þetta er investment strategía. Já, það algjörlega. Ef þú sér að ríkið er búið að velja einn hest, þá er ofta ágætt að veðja á þann hest. Já, algjörlega. Já, þú veist, bara svona alvöru tala. Það er ríkið kemur oft... Tókstu Advanja inn í þetta? Nei, það er ekki markaði. Það eru markaði í Svíþjóð? Já, þú veist, á íslenskum markaði. Það er sennilega samt ekkert fyrirtæki á landinu sem hefur grætt jafn mikið á ríkisviðskiptum. Og Advanja? Nei, það er enda punktur. Já, þannig að, ok, við höfum það inn í Svíða. Já, við tökum það mögulega. En já, svo er ég með sögustund Quiznos. Ris og fall, maður snúið eftir Quiznos. Já, við ætlum að skýra hennan þátt. Elskan, hér eru sögur fyrir svefnin. Já. Við vorum svona veltaði fyrir okkur hvort við ættum að hafa Hafdísi Hulda undir, en Take 5 rúlar bara áfram. Ég held við ættum að hafa Saint Anger með Metallica. Bara út af öllu áreitinu sem hefur verið undan. Já, þegar þú segir það. Það er ekki lengur hægt að fara í partí að þess að bara það sé ráðist á okkur. Já. Nei. Þetta er fórnarkostnaðan að lifa. Heyrðu, ætlað þú að byrja á Quiznosinu eða? Já, ég get nú alveg gert það. Hvað ert þú með? Ert þú ekki með einhverja sögu líka? Jú, ég er með söguna, ég er með trivju. Þannig ég ætla ekki að segja hvað ég er að fara að tala um og því ég þarf að spurja þig. Ok, þannig að þetta er svona gisk. Já, heyrðu, ég get spurt núna og svara aftur og eftir. Hvort er eldra? Hydrox eða Oreo? Það eru 2 kekskökur. Hydrox, veitu hvað er það eftir? Hydrox. Þú verður bara að svara, hvort er eldra? Já, þú veist, Oreo, örgulega. Já. Þú veist ekki að spila pubquiz hérna og kemur, heyrðu, hvort er eldra, örbylgjófn eða sléttjófn? Já, býttu, heyrðu, leið mér aðeins að googla ég veit bara ekki hvað Hydrox er, nú sýnist mér þetta að vera, ok, er sem sagt Oreo byggt á Hydrox? Já, þarna svaraður spurningunni. Hydrox er eldra, en ég er með 100 ára sögu battolsins á milli Hydrox og Oreo. Ætli Hydrox er líka vegan? Heyrðu, gaman á að skuli spurja, það var kosher. Kosher? Hvað er það? Ég held að það sé það sem að kosher food er það sem er fyrir gyðinga, Jewish. Já. Hvað meinar þau? Fyrir gyðinga? Er bara eitthvað sér fæði fyrir gyðinga? Já, ég hefur aldrei heyrt um kosher. Allar svona sem að strángtrúaðir gyðingar borða er heldur kosher. Mikið af fisk á Íslandi er með kosher vottun. Síld og eitthvað fleira, að þá er þetta sem sagt sko svona múslima borða ekki svínakjöt. Já, þetta er svipað sko. Halal dæmi frá múslimum held ég. Það þarf heila feita hengsbrett okkur núna maður. Nei, herru, kosher er sko ég skal bara koma svo því. Byrja þú á Við erum ekki sögupodcast blessunarlega. Nei. Hvað þá mannfræði? Sko, kosher food er any food or drink that someone following Jewish dietary laws can have. Þannig að Hydrox til að svara spurningunni var ekki, hvað spurður þú? Vegan? Nei. Vegan, jú. Já, vegan. Það er því að Oreo er vegan. Ég sé hérna, það stendur líf. Nei, svo breyti Jú, herru, þetta er rétt. Ég fer yfir þetta eftir. Þetta eyðileggi allt sem ég er að segja. Okay. Herru, sko, Quiznos, Yngvi. Þú náttúrulega hlýtur að kannast við þennan staði, það ekki? Jú.
Þetta er þetta ennþá á landinu, eða? Nei, Hefur einhver ríkan hag af því að við tölum þetta? Nei, sko, ég veit, þú veist, margir af okkar kynslóð þekkja Quiznos vel Mun eftir og muna vel væntanlega eftir sem að þú reyndar held ég manst ekki eftir hann Hjörtur á Supersub hérna á Nýbýlaveginum í Kópavogi Nei, ég man ekki eftir því Það held ég hann sem að fær nefnilega sko leyfið fyrir Quiznos á Íslandi, sérleyfið og mér finnst eiginlega ótrúlegt að þú munir ekki eftir þessum gæja sko, því að hann var mjög þungur inn í menntaskólum, ég veit nú ekki hvort hann hafi verið í ME en hann var mikið að auglýsa svona hérna, hann var á öllum svona nemendakortum og dóti sko, og sniðum með það sko, en því miður að þá gekk það nú ekki upp bara svona til að gera langasögu mjög stutta en sko við komum aðeins inn á það hérna á eftir en hér er ég bara með Quiznos hnignandi veldi Ein spurning, og því að googla hana mann Varstu með eitthvað með fastegnagjöldin eða? Nei Ok, hérna finn ég frétt frá 2009 þar sem að hann var ekki búinn að greiða fasteignagjöld til Kópavogsbæjar Það er einhver vill að segja þetta bara Já, veistu hvað hann gerði? Hann bauð Kópavogsbæjar að fá matamiða í staðinn Þetta er sölumar, ég dýrka hann að gæja sko Hann er hérna, þú veist, við fórum hann reglulega í hádeginu og hann stundum bara að lítið að gera og bara settist hann hjá okkur og bara tjatta sko Þetta var á Nýbýlaveginum Já, ok Þetta er algjör kongur, hann er gamla skólanum og ég hérna Er þetta þegar þú varst í hérna Harvard við Harlem eða Versló? Harvard við Ármúla Já, Ármúla, já Þetta er bara Versló Versló, já Já, vorum með nemendakortinn og voru þið ekki bara að geta rippa í hvert mál þarna? Nei, já þú veist, Supersub og Quiznos er náttúrulega dýrindis matur Já, ok, sorry, heyrðu, förum tilbaka Ég elska þennan mat, sko Ok, förum tilbaka Já Tilurð Quiznos kemur frá þessu manni semast Já Ok, sko, á Íslandi, sem sagt, þú veist, hann var fyrsti var held ég sérlefi saman, sko En, sko, ég ætla að hafa þessa umfjöllun í bóði Keldunar Já Og allt er vænt sem vel er grænt Ég veit nú ekki hvernig þetta er þegar þessi þáttu fyrir loftið En eins og staðan er í dag þá hefur verið mjög grænt Og ég held að þessi bara Keldunir hreinlega að þakka Þetta er svo góður innviðir að fólk vill bara vera að kaupa Já Þannig að hérna, en svo er náttúrulega, nú er ég Það er líka Keldun að þakka að valdefling fyrirtækja þetta hefur verið aukast til muna Já, ekki spurning Nú er verðmatstóli orðið þannig að þú ert að fara að selja fyrirtæki og skráður í áskrift á Keldunni sér hvers virði ég er Svo heyrur í einhverjum lötum fyrirtækjasala og segir, heyrðu, þetta kemur frá Keldunni Sett upp einhverja skýrslu Já, kláraði bara að hjálpa mér að gera skýrslu Þú ert ekki að fara að fiffa þessa tölur Nei, þetta er bara fast gjald Og get me a motherfucking buyer 50.000 kall En svo er líka rafmyndindar og þá hérna kannski bara, kannski tilkynni það bara Nú er maður bara orðin Bitcoin eigandi Bitcoin? Já, þú ekki fjármálaráðgjöf en maður er bara orðin Bitcoin Já, þú ákvaðast að fara að breyna á hápunkti Nei Bara aldrei verið herra Nei, það 70% árunu, já, þetta er mitt tækifæri Nei, þetta er, kallið minn Nú, sko, gengi, to the moon, sko Á hvaða gengi kaupuru, við þurfum að traka þetta live Ég er að kaupa í kringum $41,000 Við skulum sjá hver staðan verður þegar þessi þáttu fyrir loftið En maður fór létt á þetta bara stemming Maður er náttúrulega búin að vera rafmynda eigandi svo sem í 2-3 ár Þetta er bara, þú veist Nú er maður bara að missa trú á Fiat Nú er bara að hólka sér inn í heim rafmyndana Já, það er bara flott Herðu, þakka Keldunni kærlega fyrir Það er gott að fylgjast með rafmyndunum þar Sko, Quiznos Þeir opna Sko, já, ég ætla ekki að vera að henda einhverjum svona aðdraganda hérna. Ég ætla bara að byrja, sko, á svona léttir fyrirsögn Biggest failure in history of fast food Já, það er bara, hérna Það er amerískt íla vísu Já, sko Jimmy Lambatos og Todd Disner er að stofna þetta í Denver, Colorado Já Þessir ágætu menn höfðu verið með svona fine dining ítalskan veitingastað sem hétt Fooders sem þeir stofnuðu 1978 sem að lagði svona grunninn að skyndibitastaðnum Quiznos Má ég skjóta inn? Já, endilega, þú mátt alveg Denver, Colorado er hub Bandaríkjana fyrir stofnum fast food chains Já, það er eins og Silicon Valley fyrir tæknifyrirtækin þá er Denver, Colorado the place to be eða þú ert að hugsa að stofna eitthvað franchise Já, skemmtilegt Já En allavega á þessum fine dining ítalska veitingastað, Fooders, þá voru þau að bjóða upp á bara svona, þú veist, ítalska, þú veist, kjötbólur, súpur, salat, pasta og voru að bjóða upp á líka svona ítalska báta. Já.
og svo áttaði sig á því að þetta var ekki að virka þetta koncept, þetta fine dining dæmi, þú veist, sennilega þetta svona í kringum bara þegar fastfood keðjurnar að springa út, þú veist, þetta á 9. áratugnum mjög snemma, þú veist, 1980 eða þú veist, seint á 8. áratugnum í rauninni 1981 Já, eða þú veist, sko, já 78 þeir að stofna Fúrurs en sko, eins og ég segi, þeir átt að segja á því að þetta ekki að virka þarna á þessum fine dining stað voru greinilega að selja mikið af bátum sem náttúrulega ekki fine dining, þannig að þeir opna bara skyndibitastað, fyrsta Quiznos staðinn árið 1981 og þar voru þeir að innblína á kjötið kjötið sem þeir var að selja að þú veist að það mátti ekki vera einhvers konar kjötbúðingur eða unni kjöt eða eins og var svona dálítið lenskan þarna heldur bara hreint kjöt með gæða skurði sem sagt quality cut sem eitthvað svona slangur í þessum matvæla gera og Sobi Eitt sopa, einu Karlsberg Eitt Karlsberg, tvitran góðum Herðu, hérna og það sem þeir gerðu líka var að þeir byrjuðu að sko hita bátinn með kjötun á til að ná fram og þú veist, ostinn brættan og svo settu þeir grænmetið það var eitthvað svona nýtt þá Voru þeir á undan Subway að þessu? Sko, ég skal ekki segja en þeir allavega, þú veist, til að gera langa sögu stutta tóku alveg fram úr Subway á tímabili sko. Subway samt held ég eldra en Subway stofnað 1965 en þeir byrjuðu svona að ná fram bragðinu í kjötinu, brauðinu, ostinum og svo byrjuðu að setja ferskt grænmeti sem þótti eitthvað svona frekar nýstálegt þarna Herðu, svo byrjaðu þeir að fransæsa þú veist, þessi staður fór ágætlega af stað og ef við spólum bara 10 ár fram í tíman til ásins 1991 þetta er dálítið langur tími en þú veist, það hafði ekkert gerst eitthvað brjálæðislegt þarna á þessum tíma en þeir eru að byrja að fransæsa og árið 1991 þá staðir orðir 18 talsins og að meðaltali var hver og einn staður að selja fyrir $27,000 á mánuði sem nú bara þræl fínt tæplega $6 milljónir í tekjur árlega miðað við þessa 18 staði en hér eru þeir Jimmy og Todd komnir í svokallaðan skölunavanda gæði vörunar voru farin að rýrna og þeir félagar höfðu hvorki fjármagni reynslu bara til að taka á þeim vanda svo þeir sáu sér til knúna bara til að selja reksturinn til að sjá vörumerki lifa af en þótti bara það væntum merkið Quiznosinn svo í janúar 91 gengur inn í Matrixið Rick Shadden Enter the Matrix sem nú þegar sko, á þessum tíma var hann sérleifis hafið 3 Quiznos-staða ásamt föður sín og sko þeir vildu bara ekkert nema vöxt og það strax, það var bara ekkert annað sem kom til greina, það var bara profit and growth bara right now og árið 1993 þetta er bara á svo skel 20 árum og sko á 2 árum frá 91 til 93 voru staðandi konur á 18 upp í 40 það er vöxtur það er gríðalegu vöxtur og 94 þá fara þeir með félagi á markað þetta er bara orðið a stock safna þar sko $4,4 milljónir og ekki líður á löngu 1995 þá opnaði 100. staðinn frá 91 komur á 18 og upp í 195 1997 orðið 3. stærsta samlokukeðja heims á eftir Blimpie og Subway veistu hvað Blimpie er? Nei, aldrei fann það er held ég meiri segja eldri en Subway sko Blimpie er hérna YouTube-stjarna í dag en sennilega ekki tengt við skyndibit, þetta er bara Blimpie skrifað og getur kannski gefið mér nánari fróðleikum var þetta Blimpie sandwich Blimpie Restaurants Sub Sandwiches ég kíkja þetta herru, víkusjóðunni til 2000 ég náttúrulega er doldið að stikla á stóru hérna það er bara, kannski kom ekki ég er svona að segja frá ris og falli risið var hátt árið 2000 þá opnaðir 1000. staðinn þannig að þannig eru þeir komnir frá 95 og voruð með 100 staði 2000 búin að tífalda sig á 5 árum 1000 staðir komnir þá og allt leit náttúrulega gríðarlega vel út á yfirborðinu og sérleifis hafa bara hoppandi kátir með businessinn og allt í góðu en svo staða var nú heldur betur í það munda að fara að breytast eigendur sem sagt feðgarnir Rick Shadden og pappans taka á þessum tímapunkti þá ákvörðun að gera Quiznos að móðurfélagi
og þetta reyndist sko hræðileg ákvörðun eða í raun sko fyrir sérleyfishafa og hérna sem sagt gera Quiznos að móðurfélagi AFD American Food Distributor AFD og Rick Schatten og faðir hans voru með puttana í því félagi og áttu eitthvað í því Dobbeldippa Já, og þetta allt mjög óljóst sko með eignarhaldi en þeir voru allavega, þú veist þeir voru hagsmuna aðilar hérna í AFD en Hvað voru að selja í gegnum þetta AFD? Hvað segirðu? Hvað var? Já, ég að koma því sko en eins og ég segi, sko, þetta svo óljóst að það ekki eins og til sko Wikipedia-greinum en að Rick Schatten sko Já, hann einn af þeim Já, en þeir feðgar höfðu sko svo sannlega hagsmuni af þessu félagi til að gera langa sögu stutta þá sem sagt skilir það þeir sérleyfishafa til að eiga viðskipti við AFD á öllum hráefnum sem þau kaupa til endursölu þannig að AFD sem sagt bara fast eða þú veist, bara food distributor bara supplier, heilsali fyrir matinn og þeir áttu það persónlega Já, og sko sniður eða ekki en hérna þannig að eins og ég segi þeir skilir að þarna sérleyfishafa til að bara eiga viðskipti öll matarinnkaup inn á staðina sína í gegnum þetta AFD og að sjálfsögðu var verð á þeim vörum langt umfram venjulegt markaðsverð sem að þeir eru bara búin að þrýsta upp þetta en sérleyfishafar þeir höfðu ekkert val hvar þeir keyptu hráefni sín og með þessu höfðu þeir feðgar átt að sjá að þeir myndu því að talsvert meira á því að vera með einogunarverslun heldur en að þykja einhverja sérleyfisþóknanir frá sérleyfishöfum og þeirra best lék námi tekjur af hérna að þessari birgðasölu $200 milljónum þessari hráefnisölu frá hérna AFD á meðan sérleyfisþóknanir voru ekki að skila nema $70 milljónum Já, akkurat og þetta kom sérleyfishöfum svo sannarlega í krappandans og feðgarnir höfðu engan áhuga að breyta þessu fyrirkomulagi þrátt fyrir mikla óánægju og meða þeirra Voru þú segist tekjur eða hagnaður? Tekjur Hagnaður var ekki þekktur Nei, ok Og hvaða ára En maður getur ímyndað sér að þeir eru að selja þetta langt umfram markaðsvirði Þetta er alveg fínasta framleiðvæntanlega Þetta er bara eins og matalæðurinn hann sem var böstaður Lók síðast ár En sko þeir voru að hagnast gríðarlega samt sem aður og með þessum gífulega umfram hagnaði Ert þú komin til 2000 eða? Já, ég er í rauninni sko 2014 Þetta er svona á þessum árum 2000, 2001, 2002, eitthvað svona Ok, sama mál kemur upp aftur 2012 sko Já, hérna sorry En þetta kom einmitt bara sérleyfishöfum illa og þeir vildu ekki breyta þessu og sko það er hérna maður sjá Ég er með útudúr Já, þeir ná að Já, hvað er með það? Fast food chaini Smashburger sem að mig grunar að allir sér íslensku Smashburgerar séu búin að sækja inspiration í Þeir eru með það í dag sem er líka stofnað í Denver, Colorado AFD? Nei, þannig að feðgarnir Schatten, Þó þeir hafa ekki stofnað það sko Finnur þú Wikipedia greinum hann? Nei, ég fann bara hérna grein frá 2014 þegar einhver private equity sjóður er að kæra það sko fyrir þetta bull sko Já, en eins og ég segi, þeir ná að skala staðinn á hraða sem er nánast bara fordæmalaus á þessum tíma. Þeir fara úr 1000 staðsendingum árið 2000 og upp í 3300 staðsendingar árið 2004. Þannig að þú veist hérna, frá árinu frá 91 eru þeir komin úr 18 stöðum upp í 3300 árið 2004. Þú veist, þetta eru 13 ár sko. Það er bara eins og þeirra Vissma að kaupa fyrirtæki hérna. Já, Norðsandnir. Meira! En allan að þegar hér er komið þessu var staðan þannig að staðið margir hverjir eru bara í gríðarlegum rekstrarerfiðleikum 40% staðana voru í bara hreinu tapi og margir bara gjörsamlega mörk úr sér líftóruna til að skila þessu á nulli. En eins og ég sagði þeim feðgum var bara alveg samið það þeir vildu vöxt og það strax og fengu það svo sannarlega þeir hirtu sérleyfisþóknir náttúrulega og sama tíma var reksturinn þeirra á AFD bara í bullandi blóma. Nú, nýjir sérleyfishafar þeir voru náttúrulega ekki látnir vita af þessari tölfræði sem var, þú veist, bara bullinu sem var eiga sér stað var auðvitað lofað bara gull og grænum skógum og þar að leiðandi náði staðurinn þessum mikla árangri og gífulegri útbreiðslu á stuttum tíma en hægt og rólega byrjaði náttúrulega hver lögsóknin að rísa á fætur annari það virtist þó ekki fara hátt það til að byrja með en árið 2007 þá náðir gjörsum hápunkti í útbreiðslunni staðinir voru orðnir 4700 Já, ekki ennþá komið til Íslands
Nei, árið 2007, komaði til Íslands. Já. Það bankamenn þarna, þeir elska subs, duftið og gull. En þetta ár sko 2007 náður ekki bara hápunkti í stöðunum, fjölda staða, heldur líka fjölda lögsókna. Þannig að þarna bara svona hreyfing að byrja gegn þeim sko. Og til að bæta gráan og svart, þá byrja Subway þarna að spóla bara langt fram úr þeim með þessum nýju markasherferðum. Og það voru 2 sem fóru hæst. Það er bannan í einhverjum. Það ekki, má ekki segja það, hann var dæmdur fyrir þetta. Þetta er ekki Jared eða eitthvað. Jó, Jared. Sko, þau fóru að bjóða upp á, sko, hann byrjar þarna einhvers staðar líka, en ég held að hann byrja samt aðeins fyrir, sko. Ég held að hann byrja 2000, já. Hann er í 15 ár. En þau fóru sér að bjóða upp á að rista bátana, Subway, sem að Quiznos hafði alveg gert, þú veist, þú manst hvernig það var, nei, ég veit ekki hvort þú minnir hvernig það var, en þeir allavega létu það gangi í gegn svona opn. Subway sér að fyrir að bjóða upp á þetta þarna, að rista bátana, og svo byrjuðu að stækka brauðin upp í 1 fet. Og þetta hafði nefnilega Quiznos alltaf haft fram yfir Subway. Ertu að hlusta á mig? Já, ég datt líka bara á, Þú ert að lesa eitthvað. Já, sorry, það... Ég er að segja, Subway slátraði með 2 auglýsingaherferðum. Það er annars vegar að byrja að rista bátana. Já. Og svo bjóður upp á fet í brauði. Og það var þarna $5 feet var mjög vinsælt hjá Subway. Úti þá? Já, úti. Og málega er að Quiznos hafði alltaf haft þetta yfir Subway og voru með stærra brauð og voru að rista, þú veist, bátinn. Já. Og svo gerir Subway bara sama og vinnur? Basically, sko. Þeir bara, en þú veist, það er þessi markasherferð með $5 fet sem að slæri gegn á Subway. Já. Þannig að, þú veist... En manstu þegar ristin kemur fyrst? Subway. Til Íslands? Já, ég man eftir því. Það var alltaf bara hita. Viltu hita? Já. Viltu hita? Ég er ennþá bara 2-falt hita. Ef ég hefði verið þarna rekstrastjóri, ég hef sagt hætti að spyrja hvort það er að hita. Þau segja að það á ekki að hita, það hita allir. Svo var allt í einu koma, hitið að rista. Hitið að rista. Hitið að rista? Já, hitið að rist. En eins og ég segi, Subway var farið að bæta fyrir það sem Quiznos hafði fram með þau. Já. Og Subway var í rauninni á þessum punkti útbreiddari keðja. Ég hef heimildi fyrir að Subway hafi verið með 13.247 staði árið 2002. Þá er sko Subway með þess að búið að taka fram McDonald's. Já, með fjölda. Já. En til að gera þetta ennþá verra fyrir Quiznos feðgana, þá höfðu þeir selt frá sér 49% hlut árið 2006 í svokölluðu leveraged buyout, skuldsett yfirtaka. Og það þykti skuldahliðina á efnahagsreikningi félagsins sko, og þau byrja bara að riða til falls þarna eftir 2007. Þurfa að greiða sko $206 milljónir í einhvern sáttmála vegna dómsmála. Svo kemur hrunið 2008 sem var svona einn af þessum síðustu nöglum sem voru neldir í kistuna. Á milli 2008 og 2012 lokuð 2000 stöðum sem er sko, ef þú gerir starffræði 1 á dag yfir þessi 5 rekstrar. Loka! Það er að loka! Þetta er bara, þetta er sturlað að hugsa út í það bara hvernig það hefur verið á skrifstofunni á móðurfélaginu, bara nýr dagur, nýr staður. Þetta er stress. En sko, 14. mars 2014 þá eru yfirlýst í gjaldþrota í $875 million skuld. Og þetta er sennilega það sem þú ert að tala þessi private equity fund sem er að kæra. Agnúast út í þá félaga sko. Fæka. Já, og sko málið þetta er sorgleg saga. Það hafa náttúrulega risið upp alls konar mál varðandi Subway gegnum tíðina. Fólk að kvarta vegna rýrnandi gæða, minni brauð, unnar kjötvörur, bla bla bla. Þetta er vandamál sem sko Quiznos stóð aldrei fram fyrir sko. Það var aldrei verið að kvestjóna gæðin eða eitthvað svona, því að þetta var bara, þetta virtist haldast, en það var, þú veist, það var ekki þetta sem var þeim að falli. Hér heima langa með að sitja engisbrett á þetta steinu. Já, ég var satt hrifin að þessu sko. Varstu einhvern tíma hrifin á Quiznos? Já, ég elskaði þetta sko, ég var alveg fan fram á síðasta dag sko. Ég veit ekki, en sko, Getur spurt? Þættirinn, bara, settu... Já, Pól bara, Quiznos vs. Subway. Já, það er þetta góð spil. Takk ykkur smá pásu núna. Já, en eins og ég segi, þetta var vandamál sem Quiznos þurfti aldrei að díla við, og ekki það sem var þeim að falli. Hér var bara hreinlega ekki hlúð að sérleyfishöfum. Og þeir bara trýta þeir frekar sem einhver vara, frekar en matsölustæður, skiljum. Já, leiðilegt þeirra. Þannig að, en samkvæmt síðustu heimildum mínum voru 176 staðsetningar í Bandaríkjunum og 183 staðsetningar fyrir utan Bandaríkin. Og þetta er held ég með við tölum 2023 sko.
og Ísland alltaf hékk furðu lengi á þessu. Það var sko í febrúar 2021 þar sem Ólís tekur ákvörðun að loka öllum 12 kvistnárstöðunum sem var að finna á Íslandi þá. Já. Paldið, þeir eru með 12 stað á Íslandi árið 2021. Já, ég sko einu skipti sem ég hef getið kvistnós síðan 10 ár. Það er af illri nauðsyn þegar þú hefur ekkert annað að borða á Greifafirði, sko. Já. Þetta var alltaf inn í Ólís á Rauðafirði. Já. Og þá var maður svona, það var líka í Norðlingaholtinu. Já, verður maður ekki að taka eitt kvistnós. Já, en það er heilla skref fyrir þau, er ekki Lemon komið núna? Jó, ég held það, Lemon. Svona mini Lemon staðir. Já. En þeir sko ég er að fatta það núna, þeir voru sérleyfishafar á kvistnós frá 2007. En ég held að Hjörtur hafi 100% komið með þetta fyrir það. Hvort hann hafi selt þetta áfram til Haga. Var hann ekki bara einhver síðasti móvikanni með Supersub og að keppa við keðurnar? Er það slæm kenning? En hann náttúrulega, sko, það sem hann gerir eftir hann selur þetta sérleyfi, hann stofnar Supersub sem er eiginlega bara nákvæmlega eins. Já, þú meina hann, ok. Og en hann heldur Supersub alveg helviti lengi, sko. Já. Lengi, ég man ekki. Sko, mér finnst mjög áhugavert hvernig þú skautar fram hjá auglýsingaherferðinni sem að í rauninni kom Subway á toppinn og það er þegar þeir fá Jared Scott Fogel. Það kemur semst í ljós á tímabilinu 95 til 99. Veist hvað, hann misti mörg kíló á því að æfa sig og borða bara Subway sem daginn. Það er eitthvað 100 og eitthvað kíló, sko. 111 kíló. Í kjölfarið ákveður okkar maður að stofna non-profit til að reisa awareness fyrir offitu barna. Ok, þart framtak hérna vestanhafs. Já, 2004 sem að hann síðan á 11 ára tímabili nýti sér eiginlega bara fyrir barnanýtt, sko. Hann fer í fangelsi 2015. Jesus. En hann var byrjað að skoða hann 2007. Hugsaði hvað menn komast lengi upp, bara eins og með Epstein. Það er sama, það er bara menn eru byrjað að benda á hann fyrir löngu. Ég þekki þetta ekki, sko. Já, en það er eins og það er. Söpur eru lausið við þennan skratta. Ætlum ekki að fara að mála Jared á lokunar hjá þeim í dag. Nei. En herðu, hérna Payday með okkur líka í dag. Það er nú ekki að fara að tengja Payday við Jared, en þegar að þessi þáttur er tekin upp, þá eru það komin yfir 4600 fyrirtæki. Já. Og það, sko, nú verður við eiginlega að fara að setja upp leik bara upp í 5000, sko. Já. Það er eiginlega bara komin tími eins og við gerum með 4000. Veist þú hvað ég gerði í gærkvöldi í síðustu viku? Nei. Gærkvöldi í síðustu viku, hlustaðu nú. Ég mæti upp í vinnu klukkan 8 og ég tek fjarfund. Heima í sófa situr Bjössi Payday og Gunnar Gils. Já. 2 main employees. Ég er einn af 4500 með bug í Payday sem buggaði mig ekki neitt. Og við erum í 40 mínútur að rannsaka þetta. Heyrðu, komast þér í gæði að ég er bara búin að vera að nota eitthvað extension í Chrome hjá mér sem að bara blokkar eitthvað. Sem var hackað. Nei. Jú, og veistu hvað þetta var? Þetta var vírusvörnum mín, McAfee. Nei, það var vírusvörnum höggur. Já, þannig að það er nú ekki gott. Ég var að framkalla eitthvað. Þeir leistu þetta bara fyrir mig. Þú segir að komast að því. Ég er að segja það. Sér það, þjónustustíðið þarna er engu líkt. Það er hægt að spyrja það allt. Og þeir eru bara mættir á fjarfund með þér. Heyrðu, þetta er ekkert buggur hjá Payday. Þú ert bara, það er búið að haka tölvuna þína. Aldrei lendið í að fá ekki svar innan mínútu, sko. Þetta er bara staðan, ef þið viljið vera hjá þjónustufyrirtæki sem rukkar ykkur ekki fyrir spurningar, ef þið viljið vera hjá þjónustufyrirtæki sem leggur sitt að mörkum til þess að leysa vandamál þeirra og ykkar, þá er Payday einfallega leiðin til að senda reikninga. Pay the day. Og þótt að sé 1. febrúar, þá getur ennþá haldið í markmið nýtt ár, nýtt bókhaldskerfi. Klára að ganga frá 2023 í ruslinu sem þú ert að nota. 24 er árið sem þú kemur yfir í Payday. Ekki spurning, þá kom Payday fyrir Jómfrúin líka. Nú er stemning í febrúar á Jómfrúinni. Jómfrúin, það sem við fögnum sigrónum. Allir þessi litlu sigrar. Já, og ég held að, þú veist, við töluðum að fara á taka nýjárshittinga á Jómunni. Bara nýr mánuður hittingur á Jómunni. Ég held að það sé líka, jável eitthvað komið til að vera. Allir þessi litlu sigrar. Loka dílunum, Jómann. Fyrsti 50 dagur í hverju mánuði. Já, fagna fríjónum, Jómann. Jómann er bara til að fagna. Já, ekki spurning, farið inn á jómfrúin.is, bók í borð og skoðið matseðilinn, passið að slefi ekki yfir alla tölvuna, en við þökkum þeim kella fyrir samstarfið, heiður að fá að vera með þeim. Við þurfum líka, sko, nú þurfum við aðeins að núllstilla Jakob Jómunni, hann er náttúrulega verða sérleyfishafi. Já. Það er mjög gott að hafa tekið þessu sögu, þannig hann átti sig á því, hann þarf að koma vel fram við þá sem að hafa sérleyfin, sko. Hann má ekki fara þessa kvistnósleis. Hann er sko sérleyfis. Jakob, ég veit þú ert að hlusta, ekki verða kvistnós. Ekki sérleyfis hafi, sérleyfis Savi.
Hvað heitir þetta? Eða þú veist, ekki sérleyfishafi, heldur hérna hinn. Já, franchisor. Já. Franchisee, franchisor. Sérleyfissali. Já, sérleyfissali, Jesús. Ja. Ekki safi. Nei, það með góður. Herði, Indi, þú ætlaðir að vera með eitthvað líka? Herðu, ég með trivíuna, það búið að svara því. Tökum eitt hóstakast áður við byrjum. Herðu, það var segast bara, ég fann þetta, hvort eldra, Hydrox eða Oreo. Það búið að svara því. Hydrox eldra, en Hydrox brand sem ég held að bara Íslendingar þekki ekki. Herru, það er annar febrúar í dag. Ég sagði fyrst á. Ég er á bakkanum, það skiptir mig engum máli hvernig þetta Heyrðu, afsakið þetta. Bara hérna smá, bara til að setja Oreo í samhengi í dag. Oreo 10% af allri kekssölu Bandaríkjanna. Og ég kemur tölu síðar á eftir. Það enda rosalegt. 10%, bara öll keks, sama hvað er uppáhaldskeksið? Já, keksi frá frón. Nei, Oreo ekki, nei, það ekki í Bandaríkjanna. Það svakalegt. Bara Oreo 10%. Það ekki alveg að koma frá með hana. Allavega, Nabisco, sem á Oreo, Nabisco notabene í eigu Mondelez. Mondelez á markaði, risastórt. Nabisco með 40% hlutdeild á keksmarkaði í Bandaríkjunum. Þannig að þú getur séð það að Oreo með 40% hlutdeild, Oreo 10%, Oreo fjórðungur af kekssölu Nabisco. Þetta Nabisco, þetta eitt af, þú hefur séð þessar myndir með öllum, þú veist, sem eiga heiminn. Þú veist, Nabisco eitt af þeim. Já, þetta svona Nestle, Mondelez, gott ef að Nestle ásíðan ekki bara Mondelez. Ég veit ekki. Allavega, sko, Hydrox, hins vegar, var tekið úr sölu árið 2003. En allar sögur segja, ef þú skoðar Reddit og þessa þræði, að Hydrox hafi verið betra, hafa með meira krem, dekkra súkkulaði og originalinn. En, sagan skemmtileg, því það bil 100 ár voru þau bara head to head og á endanum var það bara Oreo sem slátraði þeim, sem gerði það verkum að þeir voru teknir úr umferð, Hydrox, spoiler alert, vörumerki sem heitir Leaf brand, sem svona confectionery í Bandaríkjunum. L-E-A-F. Já, bara lauf. Keipti síðan réttin að Hydrox aftur og byrjaði að selja síðan 2015. Hvað ollið þessu? Ég með það. Sko, sögurskoðun. Bræðurnir Jacob og Joseph Loos stofna Sunshine Biscuits árið 1902. 20 árum áður, sem við erum staddir hérna seinni part 19. aldar. Nei, 18. aldar. Fokk, ég man aldrei hvort það er. 1800 eitthvað 19. öld. Já, seinni part 19. aldar. Þá höfðu þeir 20 árum áður sem verið að búið til nammi og keksverksmiðju í Kansas. Þeir enda á að sameina það inn í American Biscuit Company. Þetta á þeim tíma í Bandaríkjunum þegar allir eru að mergea og búa til svona conglomerates. Þetta þegar Rockefeller á bara alla olíu í. Ertu að tala um eitthvað svona sem ég er að sýna þér? Já, mergea bara. Akkurat. Og við sko ég verð að spyrja, hvað hét aftur móðurfélagi sagðirðu? Móðurfélag Oreo. Mondelez. Ég var að spáka þetta Nestle vil ætti það sko. Það er það sem ég sagði fyrir 2 myndum. Ég held það. Nei, þú sagðir að ætti hitt fyrirtækið. Þá Nabisco. Nestle upp á topp. Það er hérna hákallinn. Svo áhældi Nestle í Mondelez og Mondelez á Nabisco og Nabisco á 40% keksmarkaðanum. Þú finnur út úr þessu. Þið munið þetta bara, do your own deal, krakka mínir. Þið eru ekki að hlusta okkur til þess að fá réttar heimildir. Við viljum ekki stuðla að upplýsingaóreiðu. Nei, en þetta er magnað. En stundum, Arnar, gerist það að við erum missaga. Já, algjörlega. Og þá er engisbrettana og gott að grípa í hana. En ég vil hvetja fólk bara til að fara inn á Google og skrifa bara companies that rule the world og þá sjáu þið bara svona mappað upp bara þessa retaila sko þessi stóru fyrirtæki sem eiga byrgjana, sem eiga, þú veist, retailana og þú veist, þetta er alveg lýgilegt sko. Já, aftur að lok 19. aldar, þá er það semst að gera eiginlega bara öllum brönsum í Bandaríkjunum, olía, gas, railways, að það er að verða hérna sameiningar. Rockefeller náttúrulega ríkasti maður held ég jarðarinnar á þessum tímabili. Já, það stemir. Þetta er eiginlega áður en að samkeppniseftirlit verður til í Bandaríkjunum sem byrja síðan aftur að brjóta upp. Það sem gerist þarna er að American Biscuit Company er það sem er að kaupa upp allar keksverksmiðjur í Bandaríkjunum. Þeir enda á að sameina bræðuna Jacob og Joseph Loos inn í American Biscuit Company. Svo gerist það nokkrum árum síðar að American Biscuit Company er mergeað inn í National Biscuit Company. National Biscuit Company. National? Nei, býtu, National Biscuit Company
Nabisco. Það National Biscuit Company. National Biscuit Company á þessum tímapunkti við sameiningu eignast 90% af markaðshlutdeild í Bandaríkjunum. Okay. Við samrunan frá American Biscuit Company inn í National Biscuit Company bræðrunum hins vegar bólað út. Okay. Það bara, heyrðu, Kansas, líkt að okkur, fínt keks, þeir eru done. Og það var ekkert eftirlit að fara að bjarga þeim? Henda þeim út, nei, en þeir eru með besta hvatan, hefnd. Þeir ætla að leita hefndar. Þannig að þeir stofna Sunshine Biscuits 1902. 1908 búa þeir til sína vinsælustu köku frá upphæði, Hydrox. Nafnið blanda af tveimur frumefnum í vatni, hydrogen og oxygen. Hydrox. Og það var til að sýna hversu hrein varan væri. Við erum búið til keksköku, við erum með þessa tengingu við vatn. Þetta er svo hreint og gott. Að slá sig. 1912, 4 mánuð síðar, þá vaknar kökurisinn Nabisco. Takk eftir því að keppinautar á markaði, Sunshine, með best-selling vöru, Hydrox. Hvað búaði til? Oreo. Næstu 30 ár, út af því að við erum að taka þetta bara á einu kettlingasundi. Hundavaði. Þá voru þeir í blóður í baráttum, hilluplás, auglýsingar og fleira. Framan af, eða bara þessi næstu 30 ár, var Hydrox alltaf markaðsleiðandi. Þá sérstaklega á því að þeir voru með pínu klúrar auglýsingar ætlaðar fullorðnu fólki og áherslu á að vera kosher. Kosher semst þetta sem gengur út á að þú held ég ekki með einhverja tegundir á olíu og fleira sem að gyðingar myndi ekki neita. Framan af var Oreo alltaf með pálmaolíu eða einhver svona olíu sem að kosher leifir ekki. Oreo verður ekki vegan fyrir að taka þessa olíu út bara upp á 1980 sko. En fyrstu 30 árin hér er ein beinþýtt. Hún föst milli 2 súkkulaði keksa frá Sunshine. Hydrox. Hreinasta snjóhvíta krem í öllum keks heiminum. Viltu þýðinguna? Nei. Ég þýði bara fyrir þá sem skildi þetta ekki. Imprisoned between 2 chocolate cookies of Sunshine. Hydrox is the purest snow white velvet cream in all of the cookie world. Sér það. Takk fyrir þetta. Þetta voru svona, auglýsingarna voru svona pínu klúrar og það var svona eins og áttamæður að auglýsa þetta. Höfum þetta pínu blátt, meira kynlíf. Sko, ég með tekið þróun því að það slær til tíðinda 1963. Það hlusta á tekjur. Sunshine, 1911, $12 million í veltu. Nabisco, 45 milljónir. Hydrox stendur undir allri veltu Sunshine. 1948, Hydrox, $109 million í veltu. Nabisco, 290. Það er ennþá. 1963, Hydrox með $280 million í veltu. Nabisco kom með $500 million í veltu. Þeir virðast vera alltaf þarna svona. Þeir voru alltaf að hanga í þeim fram til 1963. Þá byrjar klúðrið að koma. Þannig verður kaflaskil því að Sunshine á endanum selt. Öll þessi ár meðan að þeir hafa verið að auglýsa klúrt til eldri viðskiptavina og einblín á kosher, þá voru Oreo byrjaðir að einblína til barna. Þetta er kakan sem að börnin vilja og allar þeirra auglýsingar spurtu myndra krökkum að éta og svona. Það selur. Sunshine selt til American Tobacco Company. Þeir ætla að fara í rebrand á einhverju maskott sem stálu frá öðru fyrirtæki, einhver cookie dough boy. Þeir voru kærðir. Þeir byrjuðu að breyta uppskriftinni, alltaf svona marginal, svona ein breyting á ári sem var þá endan til þess að fyrstu eða þú svona lojal viðskiptaðunni voru bara að byrja að átta sig á því þetta var ekki sama kakan. Og 1990 svona síðasti naglinn komin í kistuna. Svo eitt hérna á 75 ára afmælinu. Þetta er svolítið breaking markaðslega séð. 77? Nei, þegar bæði fyrirtæki vera 75 ára eða kakan, sem 1908 og 1912 þá var að gefa munurinn að hvað fyrirtækin gerðu. Oreo ákvað að gefa $1 million og gistingu á Waldorf Astoria hótelinu til eins heppins bara sem að held ég hafi sendt kvittun fyrir hann hafi keypt Oreo til Nabisco. Bara þú ert að fá 100 milljónir og gistingu á einhverju hóteli. Hydrox ákvað að senda 75 cent í pósti til allra sem sönnuð að hafa keypt Hydrox. Guð minn góður. Þannig að á hvað er árið þannig? Það er sko 75 ára afmæli Oreo er 1912 pluss 75 og 4 árum áður hjá. Já, Oreo er stofnað 1912, þú ert að meina það? Já, Oreo kemur á markað 1912, þannig að þetta er þá hvað 87. Ég er hægt að reikna í beinni. 87, 75 cent á þeim tíma. Já,
Þú veist, þetta bara Það ekki mikið. Nei, bara 500 kall eða eitthvað. Heyrðu, og sendur okkur kvittum fyrir keksbakka upp á 200 þá sendum við 500 kall tilbaka 1998 salan á Hydrox er $16 milljónir Oreo er komið 374 bara sala af Oreo Kellogg's, sem er eitt af fyrirtækjum sem stjórnar heiminum keypti Sunshine 1996 og lokaði Hydrox 2003 Svo er það hérna 2015 að þetta líf ætlar að endurgera þeir byrja að fara inn í búðir í Bandaríkjunum og lenda strax á risanum sem segir bara koma bréf frá Mondelez eða Nabisco við erum að fara að rústa ykkur við munum fela keksið í öllum búðum sem við sjáum þeir sögðu líka við búðurnar sýndist mér samt er ég ekki alveg með heimildina fyrir að hérna ef við sjáum að þið séu að fara að selja þetta þá munum við draga Oreo úr sölu bara svona beinar hótanir og endanum hætti líf við að selja í búðum finnst ekki lengur í búðum og er bara selt í svona heildsölupakningum á Amazon þannig að þú getur í dag keypt Hydrox á Amazon ok, það er ekki en nostalgíukúnarnir eru samt pirraðir og vilja benda á að hérna, framleiðslan sem búin að færast til Mexiko og þetta er ekki sama uppskrift og var þar höfum við það, góður hálsar Kókopaks væp yfir þessu einhvern veginn aldrei sama bragðið og smakkar þetta var þátturinn Elskan sögur fyrir svefnin sko Mondelez er hérna að kemur sko is owned by 76,4% institutional shareholders 6,67% Mondelez Internationals Insiders og svo er þetta 16,93% retail investors svo kemur hérna the biggest shareholder er Vanguard Group sem er náttúrulega eitt af þessum félögum BlackRock, Vanguard og svona sem eiga í öllum þessum fyrirtækjum sem stjórna heiminum sko. Þannig að það er spurning hvað þessi keðja endar það er svona lípana svo er alltaf Vanguard bara er það þá leiðrétt hér með að Nestle á ekki í Mondelez eins og ég held nei, þar er það hér með leiðrétt en Mondelez á vissulega hérna Nabisco eins og þú sagðir sem að fyrir fólk sem er að fara í pubquiz hét áður National Biscuit Company var í einogunum stöðu á Ameríkumarkaði þá vitið þið það herðu Askja Smart 3 mættur sko er það ekki er hann ekki á bullandi sölu núna við náttúrulega verðum að koma þetta inn á það Smart var mest seldi bílinn 2023 haustið rafbílinn nýja rafbílinn og þið sjáu það gott fólk að fyrirtæki lögfræðing þegar ég fór hérna hjá Lexum daginn það var ekkert nema Smart fyrir utan nei löghlíði fólk keyrir á Smart það veit bara að þetta borgar sig það er legt refunum fyrir krakkana og þú rúlar til og frá Garðabænum á rafmagni þið sjáu það er árangur hjá Smart núna á Íslandi og bara nýlið ársins það er ekkert flóknar það við erum mjög ánægðir að vera í sæng með sigurverum já, alltaf Smart og Aron Kahn líka eins og sami Smart Pingjan og Aron Kahn og Askja Aron Kahn það helst allt saman sko eins og sami Smart segir alltaf þegar hann er að spyrja fólk hvort það ætlaði að kaupa eða ekki viltu koma í sæng með sigurvera og fólk segir já flott, það var Smartin fyrir þig nákvæmlega sami hann kann þetta, sölumaður okkar kynslóðar hann er snjall sölumaður við þökkum Ösku kærlega fyrir samstarfi sömuleiðis Smart en núna einhverju sé ég að sko við erum að slaga bara hátt upp í 50 mínútur hérna í þessum þætti og þá eru við erum ekki tæmdir nei við hefum von á gesti núna þannig að það er spurning hvort að við geymum restina eða varstu með eitthvað svona stutt mín yfirferð er alveg tekur smá tíma sko hérna opni ríkisreikningar það var bara þetta með alþingi.money ég skil ekki hvernig alþingi.money, við verðum að taka það ég skil ekki hvernig þingmenn geta verið að eyða 267.000 krónum á mánuði í síma á netkostnað nei, það er hefur enginn haft vit fyrir því að tala við Nova eða Vodafone eða Síman eða hringdu og fá tilboð í þetta meikar ekkert sens ég get allan að sagt þér að ríkið eyddi 69 miljónum króna í Nova þú ert með þetta 540 miljónum í Síman og sko 292 miljónir í Sín en Sín og hérna
síminn náttúrulega auðvitað, það kannski fleira sem stendur til boða þar sko, en Nova vissulega bara fjarskipti og það verið að eyða þarna allavega, já, tæpum 70 milljónum í Nova. Þetta nær engri á. Það til eitthvað sem heitir pakkar núna hjá held ég allavega á Vodafone og Símanum. Það er eitthvað til sem heitir pakkar. Já, þú veist, fjölskyldupakkin og ég man ekki hvað þetta heitir hjá Símanum. Það sem bara með 2 símreikninga mánuði, útlönd í útlönd og þarna netið og sjónvarp. Bara 20 skall eða 22.000 eða eitthvað. En þú ert náttúrulega ruglað, þetta er á ári sko, 267.000. Þetta er ekki á mánuði. Heyrðu. En þú veist, allavegna samt, þú sérð ég byrst afsökun. Þetta bara þú sérð ekkert samt sko 22.000 kall í símreikning fyrir einstakling. Þá þetta bara normal. Nei, það er ekki normal. Sko, ef við að borga heimanettið fyrir fólkið það. Það hlýtur að vera. Það er bara orðið normi í þetta. Ég byrst afsökunar. Þetta er ég að skýta. Og því átt að ég mikið að þetta vera áskriftur. En mér finnst það samt mikið á einstakling hérna 22.250 eða þú veist, það er Ingibjörg Ísaksen, norðaustu kjördæmi í Framsóknarflokknum. Sem með þetta, þú veist, ég veit það ekki hvort, svo sem ef það verið að hérna, og þú veist, Þorgerður Katrín ekki langt á eftir, en eins og ég segi, ef það verið að greiða heimanett fyrir fólk, þá þetta kannski bara svona þetta bara hljómar eins og pakkin öllu eðlilegra og það er svo sem ekkert óalgengt hjá fyrirtækjum í dag að greiða heimanett og ég byrst bara afsökunar á skýturinn. Það eru þetta fullt af skrýtnu dóti hérna, skilur við, Stefán Vagn hérna í Framsóknarflokknum 965.000 kall í eldsneyti árið 2023 sko. Og svo hérna svo er reyndar annað, það hlýtur með að gagnrýna það er þessar flugferðir innanlands eins og Bjarki Olsen af hverju fær hún niðurgrætt að fljúga fyrir 1,6 milljónir hvar er hérna orkuskiptin og hugsa náttúruna, af hverju keyrir hún ekki? Það er góð spurning. Af hverju eru þau ekki bara á smart og skottast og hugsa umhverfið? Ég veit það ekki sko. Ég skal ekki segja, en hérna, það er náttúrulega sko hún er eða 137 skall á mánuði í innanlandsflug. Hvernig getur það talist eðlilegt? Ég veit ekki, við elskum að töða ríkið. Við elskum að töða og það er líka nóg til að töða yfir sko. Það er sko, sko, fólk getur farið inn á alþingi.money, þetta er bara alþingi.money og sé þetta. Það eru fleiri flokkar, það er eins og hérna, þú veist, þú sérð ekki alla flokkana á forsíðunni. Þú veist, það eru miklu fleiri flokkar hérna. Það er búið að taka þetta allt. Það er dagpeningar til dæmis. Bjarni Jónsson, Vinstrihreyfingin grænt framboð, 2,2 milljónir í dagpeninga. Þú veist, er ekki eitthvað limit eða? Er ekki verið að skoða bara hérna, einhver fyrirtæki sem er að velta nokkrum milljónum bara, er ekki verið að setja út á dagpeninganótkun þar? Og svo er bara einhver þingmaður hérna með 2,2 milljónir. Þetta er mjög stygt, mjög skrítið. Þú veist, það eru 2 þjóðir í landinu. Það er alþingi og þeir sem eru ekki á alþingi. Aðra launagreiðslur hérna og svo er sko hérna gisti- og fæðiskostnaður innanlands. Það er hún Bjarkey Olsen hæst líka með 300 skall. Það er engin sómakennd í þessu. Svo er Síma styrkur. Ég er hérna Hafdís Hrönn með 130.000. Já, þau eru öll sýnist mér. Já, ég drulla með Síman. Við klippum það ekkert út. Það þarf bara að sýna því sem mannlegur. Ég er bara hluti af þeirri þjóð sem að las ekki betur í gegnum þetta. Svo er hérna Þórarinn Ingi Pétursson með 1,9 milljónir ferðin með bílaleigubíl. Og hérna þetta er maður verður að vita aðhald hérna. Já, ég held það. Heyrðu, alþingi.money, þetta er skemmtilegt. Þið eru að hlusta á Pinguna. Oddný Harðar með fasta greiðslur samtals 3,1 milljón. Umdildasta fjármálahlaðar landsins. Þakka fyrir sig í bili. Ég vona bara að mér verði stætt að koma aftur heim. Það er hægt að sjá til ársins 2007. Og ef þið eru með Arnar í partí einhvern tímann og það er verið að ráðast á hann, endilega standið við baki á okkur. Ég veist ekki betur. Áskriftin 1490 krónur á mánuði, það getið stutt við okkur. Ekki spurning, partus.is/pingjan. Samstagsaðilar eru að hætta. Það er hræðsla að standa með því sem við ætlum að segja. Erum við ekki núna að fara að lansa bollunum síðan? Jú, það styttist það. Það er mjög stutt í það. Þurfum að standa styrkum fætum á þessum erfiðu tímum. Svo vinna er hafin. Kæri hlustendur, við verum aftur með ykkur í áskriftinni á þriðjudaginn og svo sömuleiðis opnið þætti næsta föstudag. Þangað til, verið sæl. Á við það sem allra best og hlúið að þeim sem hlusta.